Ísland nyrsta land í Evrópu. Saga þjóðarinnar og landsins sjálfs samofin aldir. Á ýmsu hefur gengið í samskiptum lands og þjóðar í meir en 1100 ár. Jarðvegs- og gróðureyðing á Íslandi í raun dæmisaga hvernig þjóðveldi eyddust fyrr á öldum. Saga landgræðslu og ræktunarstarfs á Íslandi gæti aftur á móti verið fyrirmynd að endurheimt landgæða hvar sem í heiminum. Ísland var numið árið 870. Þegar að landnema bara landi hafði gróður fengið að vaxa og dafna án grasbíta frá öndverðu og smjör draup að hverju strái í þessu gnektaríka landi. Samkvæmt rannsóknum, gömlum örnefnum og rituðum heimildum þykir ljóst að landkortir hafi verið dágóðir á fyrri öldum Íslands byggðar og byggðin teygt sig hærra inn til landsins en síðar var byggilegt. Samkvæmt síðari tíma rannsóknum talið að 60–75% landsins hafi verið algróið við upphaf landnáms á síðari hluta 9. aldar og þar af hafi 25% hið minnsta verið vaxi birkiskógi. Ísland talið fullnumið á 10. öld og segja má að í þau ríflega 1100 ár sem landið hefur verið í byggð hafi hinn harða lífsbarátta hér endurspeglast í þjóðnýtingu landsins. Landnema nytjuðu landið að kappi, tóku þegar að ryðja og brenna skóginn, bæði fyrir búfé og ekki síður til upphitunar, kolagerðar og að einhverju leyti til öflunar smíðavélar. Samsetning íslenska jarðvegsins, sem ríkur af gosefnum, gerir hann sérstaklega viðkvæman og rokgjarnan sem stuðlaði enn frekar að þeirri gífurlegu jarðvegseyðingu sem orðið hefur á Íslandi. Aldamótin 1900 voru hinni fornu íslensku skógar aðeins 1% af flatamáli landsins. Uppblástur jókst mikið í kjölfar skógarhöggsins. Mesta skógareyðingin hefur þó orðið á hálendi Íslands en þar má þó enn finna gróðurvinjar. Sú gróðureyðing sem orðið hefur á Íslandi frá landnámi á sér enga hliðstæðu á norðurhveli jarðar. Árið 1907 urðu þáttaskil í sögu landsins. Hin eiginlega barátta gegn sandfokinu og landeyðingunni hófst. Á Alþingi voru samþykkt lög skógrækt og varnir gegn uppblæstri lands sem tóku gildi 1. janúar 1908. Með lögunum var lagður hornsteinn að skipulegu landgræðslu og skógræktarstarfi hér á landi. Sandgræðsla Íslands, sem síðar var landgræðsla ríkisins, elsta landgræðslustofnun heims sem starfað hefur óslitið fram á þennan dag. Mikill ávinningur á endurheimt landgæða. Frekari landeyðing stöðvuð, ónýtanlegt land verður nýtanlegt og nýjanleik, ástand og ásýnd landsins breytist til mikilla muna, vatnsmiðlun og vatnsgæði batna, skjól myndast og jarðvegur verður frjósamari. Landið verður þróttmeira en áður og stendur þannig betur að vígi gegn náttúrulegu raski en áður, til dæmis eldgosum. Búseta mannsins í harðbýlu landi verður auðveldari. Brýnasta verkefnið í umhverfismálum á Íslandi síðastliðin 100 ár baráttan gegn gróður og jarðvegseyðingu. Ávinningurinn felst fyrst og fremst í þeirri staðreynd að á þessu tímabili þá hefur fjölda byggða á Íslandi verið bjargað algjörlega frá auðn. Þegar að fyrstu lögin voru sett þá var ekki annað sýnna en að Rangavellirnir og landsveitin legðu skjörsamlega undir sand og fjölmörg svæði á Norðausturlandi í Þingeyjarsýslunum, Kelduhverfi, Axarfirði og víðar, skeiðin út í Árnessýslu og fleiri uppsveitir voru gjörsamlega leggjast undir sand. Starfsemin hefur leitt það af sér og gert það að verkum að
Byggðir eins og í Vík og Kirkjubæjarklaustri urðu að veruleika. Það ljóst að engin byggð eða útgerð væri í Þorlákshöfn í dag ef þessarar stofnunar og íslenska melgressisins hefði ekki notið við. Skeiðin í Árnessýslu og fleiri uppsveitir á Suðurlandi voru að verða sandinum að bráð. Starfsemi landgræðslunar hefur einnig gert að verkum að byggðir eins og Vík og Kirkjubæjarklaustur urðu að veruleika. Landgræðslustarfið hefur gjörbreytt ásýnd landsins og tryggt áframhaldandi búsetu víða sveitir landsins. Á fyrstu árum síðustu aldar hafði almenningur og þeir sem byggðu landið megna vantrú á því að nokkuð var hægt að gera til að sporna við þessum gífurlega vanda. Menn gerðu óspart grín af fyrstu tilraunum til þess að hefta sandfokið. Á síðustu öld voru mikla deilur við bændur og landeigendur landgræðslusvæði þegar verið var að girða og friða land. Á seinni hluta síðustu aldar deildu menn eignugu landnýtingu á illa förnum afréttum. Nú ríkir yfirleitt sátt og mikill einhugur landgræðslustarfið og stærsta verkefni í dag að græða láglendið þar sem landgræðslan starfar að uppgræðslu heimalanda meira en 600 bænda víðsvegar á landinu ásamt og vendu gróðurlendis á afréttum. Í þessu stórhuga verkefni leggja bændur til vinnu, vélar, þekkingu og reynslu og taka þátt í hluta kostnaðarins. Á móti styður landgræðslan við bakið á þeim með heimsóknum og ráðgjöf og leggur til grasfræ eftir atvikum og greiðir hluta áburðarkostnaðar. Þessi samvinna að endurheimt landgæða leiði til aukinnar umræðu landnýtingar og gróðurverndarmál sem skila sér í aukinni þekkingu og stór auknum áhuga á landbótaverkefnum. Þetta samstarf tákn það mikla einhug sem landsmenn sýna þegar landgræðslustarf á í hlut og þeim fer stöðugt fjölgandi sem láta sig þau mál varða. Einlægur áhugi og hvatning frú Vigdísar Finnbogadóttur fyrrverandi forseta Íslands til landsmanna hverskyns landbætur og hinn mikli umhverfisverndar áhugi herra Ólafs Ragnars Grímssonar forseta Íslands eiga mikinn þátt í þeim jákvæðu viðhorfum sem nú ríkja til landgræðslu. Þáttur sjálfboðaliða í landgræðslu og skógræktarfélögum gríðarlega mikill og einnig að hafa fyrirtæki í auknum mæli lagt landgræðslu í landinu lið. Á undanförnum árum hefur land orðið geysilega verðmætt og hafa menn betur gert sér grein fyrir því að landgræðslustarfið og hvers konar landbótarstarf eykur margfaldlega verðgildi lands. Almenningur telur brýnt að lagt verði meira að mörkum til landgræðslustarfa og þá ekki síst á láglendi. Aukin þekking á hvers konar uppgræðslu að skila meiri og betri árangri. Með rannsóknum hefur þekking stór batnað og nýjar aðferðir þróaðar við endurheimt landkosta. Tæki og tól eru afkasta meir en áður var og á síðustu árum hafa veðurguðirnir gengið til liðs með landgræðslumönnum og nú í fyrsta sinn hægt að segja með sanni að Ísland grói nú hraðar en það eyðist. Gróður og jarðvegseyðing enn verulegt áhyggjuefni og langt í það að fullnaða sigur sé unnin. Við hálendisbrúnina og á eldfjallasvæðum á Suður- og Norðausturlandi oft á tíðum mikill uppblástur og þar á sér stað stórfelld gróður og jarðvegseyðing og afar brýnt að efla til muna landgræðslu á þeim svæðum. Það virkilega bjart framundan í landgræðslustarfinu á komandi árum. Almenningur hefur gefið það til kynna að leggja meiri rækt við þessi verkefni landgræðslan sinnir og í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar var kveðið á það að leggja ætti meira mörkum til landgræðslu og skógræktar á komandi árum.